Íslenskum útrásarmörðum býðst nú aflausn á tombóluprís ef refsingar vegna skattsvika verða felldar niður, gegn því að þeir gefa upp skuldir við yfirvöld að fyrrabragði. Þetta mat Indriða Þorlákssonar fyrrverandi ríkisskattstjóra á tillögu þar að lútandi sem væntanleg fyrir þingið. Í stað refsingar yrði lagt álag á skattaskuldina en þessar hugmyndir koma upp í tengslum við umræðu kaup á gögnum úr skattaskjólum. Indriði sestur hjá Sigmari. Vertu velkomin í Kastljós. Takk fyrir. Ég notaði nú orðið íslenskir útrásarmerðir vegna þess að í greininni sem þú settir inn á netið á dögunum. Þú líkur henni á smá vísu sem ég ætla bara að fara hérna með. Hinum íslenska útrásarmerði með aura í skattparadís býðst nú aflausn á útsöluverði og æra á tombóluprís. Þú ert mjög gagnrýninn á þessar hugmyndir það að menn geti fengið einhvern afslátt af refsingu með því að gefa upp skattsvikin eða skattundanskotin. Af hverju svona mikið á móti þessari leið? Sko, ég ekki í svona grundvallarlega móti því að þessu verði mætt með einhvers konar afslætt, einhvers konar, hvað maður segja, viðurlaga lækkun til þess að hvetja menn til þess að gera hreint fyrir sínum dyrum. Hins vegar tel ég að þessar tillögur, þessar hugmyndir sem að koma fram í þessu frumvarpi séu alls ófullnægjandi að því leyti. Þær gera ekki greinamun á, við skulum segja, eðli og umfangi þessara undanskota. Í sömu tilvikum hérna kannski fremur léttvæga hluti að ræða, menn sem hafa átt heima, búið í erlendis, verið þar í námi og svo framvegis, eiga þar einhverja háheinar evrur og svo framvegis á bankareikningum og hafa ekki hirt að gera grein fyrir þeim. Það svona annar ending, getum við sagt. Hinn endin hins vegar síðan alveg stórfelld og skipulögð skattasniðganga með einum eða öðrum hætti. Það að segja stórfelldar athafnir sem hafa það eitt að markmiði að komast undan skatti. Það ekki gerður neinn greinamunur eftir þessu eðli og reyndar það svo að þeir sem að fyrst og fremst njóta eða myndu njóta þessar aðferðar eru þeir sem að hafa verið svona stórtækir og verið fyrst og fremst að sýsla með fjármagn í þeim tilgangi að komast undan sköttum. Það alveg hafið yfir allan vafa að þeir sem að eiga peninga í þessum skattaparadísum eða á þessum lágskattasvæðum, peningarnir eru þar vegna þess að menn eru að komast hjá því að greiða skatt. Ég hef hvergi séð neinar svona haldbær rök fyrir öðru og þetta nú alþekkt reyndar hefur komið fram í umræðu síðustu missera, bæði hér á landi og annar staðar, að þessi starfsemi sem það rekin, hún þjónar fyrst og fremst þeim tilgangi. Já, en hvernig væri hægt að útfæra þetta þá betur að þínu mati vegna þess að það eru svona ákvæði í skattalögum í, ég held ég, öllum Norðurlöndunum, Bretlandi, Frakklandi og víða í kringum okkur. Af hverju getum við ekki gert þetta hér þannig að vel fari? Ég held að við getum gert það þannig að vel fari en það þarf þá að leggjast yfir þá og útfæra það með tilliti til þeirra aðstæðna sem hér eru. Við verðum að hafa því í huga að við erum með afskaplega opið skattkerfi hérna. Við erum með margar glöfur sem hafa gert mönnum mögulegt að færa peninga skattfrjálst úr landi, tekjur skattfrjálst úr landi og það eru ávöxtun vextir af þessu fé sem menn eru að taka tilbaka. Og það þætti nú ekki í sig við refsing eða viðurlög þeim löndum ef að menn þyrftu að borga eins og mér sýnist vera 27% skatt af þessum tekjum. Því að megnið og langstæðsti hlutin af þeim tekjum sem eru að koma inn eða kæmi inn eru í formi einhvers konar fjármagnstekna, vaxta eða söluhagnaðar sem samkvæmt íslenska skattalögum bera bara 20% vexti, þannig að 35% álag á það hækkar þá skattprósentun í 27% og meðan að skattur og útsvar og almennar launatækjur á milli 40 og 50%. Já, þannig að það því býsna vel sloppið ef þetta verður talan sem nú svo sem ekkert alveg komið á reynd. Nei, það ekki komið á reynd, sko. Nei, þessi nefnd lætur þingin eftir að ákveða það. En má ekki alveg, ég veit það ekki, líta þannig á eða getur ekki almenningur litið þannig á að
það sé einhvern veginn allt annað upp á teningnum þegar að svona stóreignamenn á ferðinni. Ég meina, mikill eðlismunur á þessu og manni sem að brýst inn í hús og tekur eignir þar ófrjálsri hendi? Eitthvað óeðlilegt að segja, býtu, af hverju fær hann ekki afsláttar refsingu ef að skila þýfinu? Eða eitthvað sem stelur bíl? Mikill eðlismunur á þessu? Ég skal nú ekki segja það. Mér sýnist að það sé allavega mjög margt sem líkt með þessu og þess vegna þurfum menn að fara mjög varlega í að víkja frá þessari almennu reglu þannig að ekki skapist óviðunandi misræmi, ekki bara á milli þessara tegundar á þjófnað og annarra tegunda. Við skulum líka hafa í huga að á hverjum tíma, bæði núna og mun verða þannig, þá verða mann tekni fyrir skattsvik af öðrum toga og þurfa að sæta þessum refsingum. Ég alveg á því og hef lengi verið þeirra skoðunar að fangelsisdómar fyrir svona fjárglæpi séu mjög vafasamir og það á ekki síst við í svona tilvikum. En mér finnst hins vegar ekki rétt að gera fjárhagsleg viðurlög svo léttvæg að þau séu í raun og bara engin refsing. Já, rökin sem eru stundum notuð fyrir þessu eru að þetta skili meiru í kassan, þarna væri að ná í tekjur sem annars myndu ekki koma til ríkissjóðs. Já, þetta rök og þau, ég ætla ekki að gera lítið úr þeim, en í mínum huga þá eru hinn rökin eða önnur rök, þar sé bæði krafan jafnræði og það gangi það sami fyrir allan mun mikilvægari og eins að fælingaráhrifin, þar að segja menn leggja ekki út í svona starfsemi og ef að refsingarnar eru of vægar, ef að fjárhagslega viðurlögin eru of lítil, þá hverfur þessi fælingamáttur. Þá kaupa menn sér aflát núna og byrja svo nýju. Já, maður ímyndar sér og maður svo sem heyrir það alveg á umræðinni að sumir sem eru á móti þessu, þeim svíður það að menn komist einhvern veginn svona nafnlaust undan refsingu þegar að menn fara fyrir dóm með stór skattamál, þá vitum við oft hverjir það eru og það svo sem ekkert leyndamál þegar það fer fyrir dómstólana. Sumir segja að þetta kom algjörlega í veg fyrir það. Eru þetta einhver rök fyrir því að sleppa þessu? Já, nú skal ég ekki segja, en það alveg ljóst að sú leið sem að hér boðið upp á og kannski boðið upp á í öðrum löndum sambærum hætti, þýðir það að menn losna við opinbera málsmeðferð. Þetta verður ekki sjálfkrafa að refsimáli sem fer fyrir dómstól og að það með öllum opinbert. Og ég býst við að það sé svona stór þáttur í þessu og kannski það sem ég að vísa til með sem menn sé að kaupa sér svona æruna með þessum málum. En það sem ég finnst líka að vera mikilvægt í þessum málum það að menn fái allar þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru og skattyfirvöld geta notað í öðrum tilvikum og þá á ég ekki síst við hverjir sviðsetja þetta og hverjir aðstoða við þetta. Það alveg ljóst að það ekki einstakir aðilar í flestu tilvikum sem að hafa fundið þetta upp hjá sjálfur sér eða framkvæmt þetta, heldur þeir njóta þjónustu fjármálastofnuna og ráðgjafafyrirtækja við að sviðsetja þetta og framkvæma. Og mér finnst að þessar aðilar þurfi að skýra og draga fram í dagsljósið því að þetta náttúrulega starfsemi sem að hlýtur að vera mörgum svona siðlegar viðskiptastarfsemi. Eitthvað í lögum sem að kveður á það að það megi ekki aðstoða við svona, því þú ert að vísa í þetta að það séu kannski einhverjir endurskoðendur eða einhverjir fjármálafyrirtæki sem að hjálpa mönnum við þetta, það ekkert sem næri yfir þá. Þessar athafnir hver sig eru trúi ekkert á svifi lög, það ekkert ólöglegt við að færa fé á milli landa eða stofna félög og erlendis og svo framvegis. Og í skjóli þess hins vegar að þetta sé alls löglegt hið ólaglega felst í því þegar að
sá sem þjónustuna kaupir gefur síðan ekki upp tekjurnar og þá það ekki á ábyrgð þessara aðila. En allar þessar fléttur eru tilgangslausar ef þessi endapunktur fylgir ekki og það þeim náttúrulega ljóst eins og öðrum. Núna verið að tala um að þetta ákvæði gildi bara í ár, það að segja frá 1. júlí á þessa ári til 30. júní á næsta ári. Svo eru líka þarna talað um ákvæði að ef að hafin rannsókn á skattalagabroti þá eigi þetta ekki við. Það eru verið að störa svona stranga reglur það að ef að skatturinn fær ekki umbeðin gögn í snarheitum að þá geti þetta refsileysi dottið út. Já, hvað segir þetta? Já, mér finnst of skammt gengið þetta sé ekki mjög strangt vegna þess að skattrannsókn eða skatteftirlit hafi þýðir að það búið að hafa samband við viðkomandi mann. Ef að upplýsingar svona kemur frá þriðja aðila, við skulum segja eins og uppljóstrar eða bankastofnun svo framvegis, að þá gefst vafalaust kostur á því fyrir þessa aðila að tilkynna mönnum að gögnin séu komin í hendur yfirvalda og þar með gefst þeim í raun og veru að tækifæri að hlaupa til og fría sig af gjörningum eða fá refsilækkun. Í þar sem ég veit til dæmis í Þýskalandi, þá eru reglurnar mun strangari. Þar að skilyrði fyrir þessum ívilnunum að skattyfirvöld hafi ekki þegar fengið upplýsingar viðkomandi aðila og ennfremur að hann skyldugur til þess að gera grein ekki aðeins fyrir þessu afmarkaða tilviki heldur öllum afbrigðilegum skattskilum af sinni hálfu. Þannig að hér farið svona vægar í sakirnar sýnist mér. Já, en það virðist vera auðvelt að koma peningum út og borga ekki af þeim skatt. Af hverju það svona auðvelt? Af hverju svona erfitt fyrir skattin að ná í þessa peninga? Erfiðleikarnir liggja fyrst og fremst í því að þessum peningum komið fyrir á þessum aflandssvæðum sem kallað Og það ekkert mál að koma þeim þangað út? Nei, það virðist vera opna leiðir til þess, menn koma þeim annarkvað beint eða í gegnum þjónustu banka í löndum eins og Luxemburg, meðal annars notuðu menn hér útibú eða dótturfyrirtæki íslensku bankana á sínum tíma og ef menn skoða tölur fjármagnsflutninga frá Íslandi og reyndar síðan kaup erlendra aðila í skattaparadísum á hlutum íslensku félagi hér fyrir hrun, að þá sjá menn þessa hringrás mjög glöggt. Já, það verður forvitnilegt að fylgjast með þessu máli. Mögulegt að þetta detti inn í þingið á næstu dögum. Ég þakka þér kærlega fyrir að koma í Kastljós og segja hvort þinni skoðun á þessu máli. Takk fyrir.